Þú verður að fara að vakna, litla svefnburka. Ertu búin að opna dagatalið þitt? Hnífur! Finnst þér hann flottur? Rosa flottur! Svo farðu varlega. Sjáðu, þetta er ekki vopn, þetta er verkfæri. Hann er flugbeittur. Finndu bara hérna. Þú verður að fara mjög varlega. Ég skal fara rosa varlega. Já, gott, litla prinsessa. Rosa flottur hnífur, Ása. Já, það ekki? Ég fékk hann í jóladagatalið í dag. Fékkstu vopn í dagatalið? Þetta er ekki vopn. Þetta er verkfæri og maður má aldrei gleyma því hvað hann er beittur. Hæ, Atif! Viltu vera með að búa til snjókall? Nei, ég hef ekki tíma, ég er að lesa. Um hvað ertu að lesa? Ég er að lesa um bófaflokk sem faldi sig í skóginum. Er það spennandi? Á! Hver var þetta? Kannski var þetta bófaflokkurinn. Biggi? Hefurðu séð eitthvað grunsamlegt? Já, ég heyrði þarna eitthvað grunsamlegt fyrir aftan bílskúrinn þarna. Er allt í lagi með þig? Þetta er örugglega bófaflokkurinn. Við verðum að leita að sporum. Hvernig sporum? Bófaflokkurinn í bókinni náðist af því hann skildi eftir spor. Nú leitum þá að sporum. Atif! Eru þetta spor? Aha, snjóboltarnir voru hnjóðaði hérna. En hvað er þetta svarta þarna? Þetta lítur út eins og olía. Sá sem hnjóðaði snjóboltana er með olíu á höndunum. Er allt í lagi, Nói? Aumingja garmurinn minn, meiddirðu þig? Garmurinn minn, svona, já. Hver kastaði þessum snjóbolta? Það var ég, Þrúður. Nú, það var svo sem auðvitað. Fyrirgefðu, þetta var óvart. Þú hefðir getað drepið mig. Fyrirgefðu, Þrúður. Nú skalt þú hlusta á mig. Þetta er hræðilega óábyrgt. Þú tekur þátt í að kasta snjóboltum og svo verðu þau fyrir að ráðast á mig, fullorðna kona. Já, ég var ekki að verja það að þau skildu kasta snjóbolta í þig. Þetta var bara óheppni. Það var kannski líka óheppni að konan þín fór frá þér eða hvað? Ég veit sko allt um þig, Birgir. Ekki skrítið að dóttirinn skuli vera svona halast upp hjá barnalegum og óábyrgum föður. Og það á bensínstöð. Pabbi er ekki óábyrgur. Þetta kæraði fyrir barnaverndarnefnd. Þú ert lélegur faðir.
Passaðu þig, annars siga ég garm á þig. Getið ekki farið að leikið ykkur aðeins? Ég ætla að tala aðeins við Þrúði hérna. Þú ert væntanlega ekki búið með bílinn minn en þá trú ég. Hafðu hemil á ungviðinu að kasta snjóbolt í fullorðna konu, það gengur ekki. Þú tekst akkurat í veg fyrir það. Það getur alltaf verið hennar sem. Já, ég veit það. Af hverju talar hún svona pappa? Þessi kona er sko ekki góð. Þrúður skal fá að kenna á því. Ég fekk hugmynd. Komið þið. Hérna upp til vinstri, Ása. Hvert eru að fara? Við ætlum að hefna okkar á Þrúði fyrir Ásu. Hnoði nokkra almennilega snjóbolta. Þarna er hún! Sú skal fá það. Allir tilbúnir! Mér finnst þetta ekki svo sniðugt. 1, 2, 3 og kasta! Ó nei. Ég held að við höfum drepið þau. Hundurinn lifir allána. Krakkar, rækstig! Nú skulum þið fá að kenna á því. Hlaupið! Flýtið ykkur! Bíð eftir mér! Nei, við verðum að fela sporin okkar. Af hverju þá? Svo að lögreglan finna okkur ekki. Lögreglan? Hún kærir okkur, við gerðum svolítið mjög glæpsamlegt. Glæpsamlegt? Það er rosa glæpsamlegt að láta bíl keyra á. Við erum orðin að bóaflokki. Löggan á eftir að leita að okkur út um allt. Við verðum að finna stað til að fela okkur. Bíðið þið! Við verðum að fela sporin okkar. Hvernig gerum við það? Flýtið ykkur, löggan fyrir að koma. Nói, flýttu þér! Ég er hræddur! Flýtið ykkur. Getur þetta alveg, Nói. Það finnur okkur enginn hérna. Hvað þurfum við að vera hérna lengi? Til æviloka. Til æviloka? Bófaflokkur verður að bjarga sér sjálfur. Við getum ekki treyst á neitt. Ekki einu sinni fjölskylduna. Ekki einu sinni fjölskylduna. En hvernig eigum við að komast af hérna út í miðjum skógi? Ég er að verða alveg hræðilega svöng. Ég held að ég sé með bók í töskunni. Hún fjallar um að komast af út í náttúrunni. Hvað stendur í henni? Stendur eitthvað um mat? Það stendur að maður eigi ekki að borða snjó. Af hverju ekki? Maður fær orma í magan. Ég sá einu svona bíómynd. Hvernig mynd? Hún fjallaði um flugvél sem brotlenti upp á fjalli. Og til að lifa af var fólkið að borða hvert annað. Hvað þá? Við megum ekki borða hvert annað. Hér stendur örugglega hvernig maður getur fundið mat í náttúrunni.
það. Ekki ég heldur. Fannstu eitthvað, Nói? Ég fann köngur. Er nokkuð hægt að borða köngla? Er hann góður? Svo lítið þurr, kannski. Æ, ég er svo svöng að ég dey. Við eigum öll eftir að deyja. Þetta er þér að kenna. Af hverju? Þú sagðir okkur að kasta snjóboltum í Þrúði. Já, en þú hittir hana fyrst. Það var óheppni Bjáni þinn. Bjáni sjálf. Við megum ekki rífast, þá erum við glötuð. Glötuð? Við verðum að velja einhvern sem ræður. Mér finnst að ég ætti að vera foringinn. Akkur endilega þú? Af því að ég er klárastur. En ég er sterkust. Þú ert það ekki neitt. Jú, víst! Nei, Ása, ekki lemja! Á, hættu þessu! Á! Ég er svöng og það er þér að kenna. Það er það ekki. Megi ekki rífast. Þetta er þér að kenna. Ef þú hefur ekki rífist úr Þrúði, værum við ekki hérna. Nei, hún sagði að pabbi væri lélegur pabbi. Kannski er á það. Við sjáum hvernig þú ert orðin. Þetta skaltu taka aftur. Aldrei! Nei, Ása, ekki! Á! Hættu þessu! Hættið! Nei, hættið! Nei! Nei! Á! Þið eru báðar vitlaus! Nei, ekki hnífinn! Passaðu þig! Nei, hættu! Láttu mig fá hann, ég á hann! Komdu þú og takt hann! Stopp! Þetta er ekki vopn! Og ef þið haldið svona áfram endið að borða hvort annað og þið eigið eftir að borða mig fyrst út að ég er veikastur. Við verðum að snúa við, annars erum við glötuð. Nói, við getum ekki snúið við. Þá förum við í fangelsi. Heldur í fangelsin að vera hérna út í skógi með ykkur. Ef maður brýtur af sig verðum maður hvort þið er að taka út refsingu. Annars verðum maður með það á samviskunni allt lífið. Rétt hjá Nóa. Ég veit að það er rétt hjá mér. Þú getur hægt að æpa núna, við erum sammála. Það er ekki svo auðvelt að hætta þegar maður byrjaður á því. Ég er hættur núna. Förum þá heim. Já. Ég veit ekki hvort ég vil það. Viltu vera með samviskubit út lífið? Viljið þið fara í fangelsi? Er hægt að setja börn í fangelsi? Ég held að það sé til unglingafangelsi. Hvað heldur við þurfum að vera lengi í fangelsi? Kannski 5 ár. Uss, Garður, uss! Svona. Jæja þá, eru þið búin að átta ykkur á því hvað þið hafi gert? Það er jú lífshættulegt að kasta snjóboltum í bíl sem er á ferð. Eruð orðin alveg snarvitlaus? Fyrirgefðu allt saman. Þið berið enga virðingu fyrir neinu. Ekki fyrir eldra fólki, ekki fyrir lögum og reglum, ekki fyrir nokkrum hlut. Ég er búin að kæra ykkur til lögreglunnar svo þið vitið það. Já, sjáu þið. Þannig koma þið. Já, hér eru þau, varðstjóri. Já, voru það þið sem voruð að kasta snjóbolta? Sett okkur bara í fangelsi. Við tökum refsingunni. Annars verðum við með samviskubit út lífið. Þið eru nú of lítil til að fara í fangelsi. Unglingafangelsi þá.
Þið eru of lítil til þess líka. En þið getið samt bætt fyrir þetta á annan hátt. Við verðum að finna hæfilega refsingu. Er eitthvað sem þú þarft hjálp við? Já, þau gætu til dæmis þvegið bílinn minn, hann lítur ekki svo vel út. Já, það er hæfileg refsing. Fínt, krakkar. Maður á að taka út refsingu með reist höfuð. Orri, þú verður að reisa höfuðið. Sko, það er brotnað af. Þrúður á eftir að verða alveg rosa reið. Kannski getum við búið til nýtt. Það vantar okkur verkfæri. Þú ert með hníf. Það er verkfæri. Búinn. Hann er bara mjög fínn. Ekki satt? Fín! Hvað er þetta? Gamla merkið datt af svo við tálguðum nýtt. Tálguðuð? Nú, hvernig fóruð þið að því? Með þessum? Þetta er mjög fínt. Fínn með hana gamla. Fín? Ég hef aldrei heyrt annað eins. Ég get ekki... Jæja, krakkar, hvað hafið þið lært í dag? Við lærðum að maður á ekki að kasta snjóboltum í bíla sem eru á ferð. Aldrei. Það er rétt. Og ef maður gerir það verður maður að taka út refsingu. Með reist höfuð. Hvað segirðu, Þrúður? Eigum við að leyfa þeim að fara? Nú, já, ég ætli það ekki. Nú átt þú að taka út þína refsingu. Refsingu? Fyrir hvað þá? Þú sagðir að pabbi væri lélegur pabbi og það er ljós. Sagður það? Það var þess vegna sem við köstuðum í þig. Er ekki ljótt að segja það? Jú, það er eiginlega bannað að gera það. Það er Þrúður að fyrir fangelsi. Nei, við getum kannski fundið hæfilega refsingu fyrir hana líka. Kannski hún geti beðist afsökunar. Það er alveg fullkomin refsing. Nú, já, þá, hann er kannski ekki alveg vonlaus. Með höfuðið reist. Afsakið að ég skildi segja það. Þetta var betra. Baðst Þrúður afsökunar? Með höfuðið reist. Því hef ég aldrei trúa. Veistu, við köstuðum oft snjóbolt í Þrúði þegar við vorum lítil. Í alvöru? Hún hefur alltaf verið svona skapandi eins og hún er núna. En það má ekki kasta snjóboltum í bíla, allavega ekki þegar þeir eru á ferð. Nei. En hvað segja reglurnar um að kasta snjóboltum í litla stelpur í náttfötunum? Er það í lagi? Ég veit það ekki. Ég held ég bara taki sénsinn á því. Heim vil ég jólin, heim í gleði, þegar klingjandi klukkur hringja jólin inn. Friðsæld yfir öllu, fagrir söngvar, tendra vonir í brjósti sér.